fá þig heimsókn. Takk hérlega. Við vorum að byrja, áður en við byrjuðum að spjalla og hann var að rifja upp þegar ég hitti bróðinn. Já. Á Sri Lanka. Já, kaldakerinu. Kaldakerinu á Sri Lanka. Já. Hver eru líkurnar á því? Þær eru ekki miklar. Nei. Þær eru ekki miklar. Nei. Ég fattaði bara þegar ég sá eftirnafnið, þá voru það orðna miklu lengur og þetta verið bróðu þinn. Já, ég var allra helst til þess að vera með ykkur að núti, sko. Fara einhvers til Asíu og í hitta og smá svona slökun. Já, við vorum aðeins að spjalla í síman, þannig að þeir langar að beila eitthvað aðeins núna. Já, bara þú veist, ég er ekki búin að taka mig frí síðan að fótboltatímabili hætti og mér langar bara aðeins að kúplum út þó að væri ekki nema bara færiðar, sko. Svalbarði. Gottur ekki að Svalbarði? Ég veit það ekki. Bara læsa mig inni og fara að gera eitthvað, borða eða eitthvað. Ertu duglegur að ferðast eða? Ég sá þú varst ekki hérna... Það var í Asíu... Varst ekki í Dubai og... Það var í Asíu í janúar. Ok. Dubai. Það er svo sem ekkert eitthvað að þú getur alltaf kallað það Asíu, sko. Það er mjög vestræn. Mjög Miðausturlönd. Já. Meira. Mjög vestræn borg þannig lagað með að við Asíu. En það er svona að reyna allan að ferðast og mér langar að gera meira því að ferðast allan heiminn, sko. Bara komið tvisvar eitthvað til Ameríku og einu sinni til Asíu og einmitt, þú veist, Sri Lanka og Filippseyjar og Thailand, Indland, Japan. Það er draumalandið. Japan, er það? Já, Tókjó. Já, ég hef verið þar 5 sinnum. Fara að spila fótbolta þar. Já, þú er ekki bara, þú veist. Japan er eðislegt, sko. Já. Það er að vísur allavega, reyndar í fyrsta skipti sem ég kom þá hafði ég ekki mikið ferðast út fyrir Evrópu, þannig að það væri kannski ekki alveg jafn mikil upplifun fyrir mig núna, en þegar ég fór þangað fyrst, þá var þetta svona fyrsta landið, svona fyrsta skrýtna landið sem ég fór til, sko. Ég hafði bara verið í Frakklandi og Danmörku og eitthvað svona. Hvað er skrýtið það? Það var bara á þeim tíma sem maður verið komin inn í framtíðina, sko. Já. Þú veist, bara ég veit það ekki, sko, bæði allt svona futuristik, sko, þú veist, einhverjir sjálfsalar að gefa þetta tilbaka á þeim tíma fyrir löngu síðan, sko, og og allt náttúrulega rosa tæknilegt og svo, þú veist, eru bara einhverju gæjar með bindi allstaðar og sem labbum eins og maurar og svo opnast einhverjar svona automatic dyr og þá eru einhver brjálu hljóðarninn og allir í einhverju spilakössum en menningin er bara svo sérstök, sko, þú veist, þeir eru gífulagaðir og þeir eru ekki mikið að opna á tilfinningar. Nei. Þannig að þú veist, það er bara eins og í fyrirtækinu og svona, það er bara farið á fyllir í og þá er bindið komið á ennið og farið í karaoke og svo er það ekki rætt. Nei, svo bara daginn eftir og allir mættir aftur og Svo er bara sofið í vinnunni. Já, einmitt. Og maður sér oft fólk steinsofandi í einhverjum 10 mínútna neðar að lestaferðum, sko. Það er allir búnir á því að því að vinnu, þú vinnur ekki í Japani í work ethic. Ég allan, einmitt eins og mín, ég veit alltaf ekkert Japan, sko. Það er bara mín reynsla að Japan er bara agaðir og einmitt bara svona framtíðar land einhvern veginn í grunninn, sko. Ég hef ekki komið þarna síðan 2013 og röglega margt breyst síðan þá. Jú, þættirnir þarna líka. Þættirnir, hvað heit það er? Sem allir voru keppast í... Squid Game? Já, Squid Game. Það er svona mesta... Er ekki að koma Squid Game 2? Jú, mér sýnist það. Ég er allan að fyrstur að horfa á það. Það var crazy. Var það ekki líka eitthvað í Kóreu? En Kóreu og Japan... Já. Suður-Kóreu og Japan eru nánast alveg eins, sko. Já, þetta er svo eitthvað fjarstæði lönd fyrir mér, sko. Já. Fjarlægi lönd, sko. Hvað ég var einhvern veginn þegar ég var að undirbúa með þess að þá fór ég að pæla í, sko, þú ert bara 22 ára. Ég svona hugsaði, þú veist, það er alveg, menn er alveg að gera mikið. Það er músíkin, það er fótboltinn, þú veist að gefa þín aðra bók og ert að klára háskólanum. Já. Hvað Ég gleym alltaf einhverju þegar ég fyrir að nefna þessa hlutið, sko. Mamma, hún hlustar á einhverja á þessu viðtölum þá, þú gleymdir að nefna háskóla, hún gleymið alltaf. Þannig að ég þarf að fara að skrifa þetta niður bara. En þetta talandi work ethic, ég meina, menn ger ekki svona hluti nema að vera með work ethic. Já, þetta er með, ég er svona bara einhvern veginn þol ekki að vera heima á mér.
þar að segja þá sko uppi, þú veist, þá í herberginu mínu. Ég verð að vera, þú veist, það er allt í góðu heima sko, það er að segja. En ég kem bara heim og borða og þú veist, vakna og fer út sko. Þú veist, ég bara nota, þar að segja, herbergið mitt bara til þess að sofa sko og ekkert annað. Jú, kannski klippa, vídeo, en ég allan að nenni ekki að vera eitthvað að hangsa og chilla. Ég er svona gæi sem chillar ekki sko. Já, ertu ofurkur eða? Það er bara hlýtur að vera. Ok. Bara, það er ekki búin að greina mig sko, en já, þú veist, þú nú þekki mig eitthvað, hvað myndur segja? Sko, það eina sem ég veit er að það er mikið af kannski er ég bara með mikla orku. Það er mikið af háklassa íþróttamönnum sem eru ADHD strákar sko. En síðan er það með þessi spurning sko, er allar þessar greiningar sko, þú veist, er þetta ekki bara til þess að fitta inn í eitthvað samfélag sem er kolruglað og þú veist, ég meina það að einhverjir ungir strákar fitta ekki frábærlega inn í menntakerfið, þú veist, þá hugsa ég man alltaf eftir mér, ég var alveg frekar, ég átti auðvelt með nám, en sitjandi á aftasta bekk, minningarna mínar er að reyna að halda mig vakandi yfir einhverjum gæja eða konu að tala eitthvað upp á töflu, þetta var bara svo óáhugavert og að sitja á raskatin í 8 tíma á dag fyrir ungar strák, mér finnst það bara ekkert mega sens sko. Nei, ég reyndar, já. Þannig mér finnst ekki skrítið og sér það drepast úr athyglisbrest sko. Þú veist, þannig sé ég þetta sko. Ég, sko, eins og við skólan sko, þá hefur það alltaf verið auðvelt, þannig að ég reyndar alltaf mæti tíma og læra ekkert sko. Já, ég var bara að spjalla, en var samt alveg fekk fínar einhvernir á prófum og svona sko en þú veist það hefur kannski ekki alveg þú veist challengea mig nóg þannig að skólinn sko en Hvað er búin að læra? Viðskiptafræði? Já, viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst og það er einmitt að klára núna bara reykirina á mánudaginn þannig að ég minni 16 ára skólagöngu hefur verið lokið held ég. Já, það er ekki meira. Já, allan að núna, það er allan að smá pása í því, allan núna, en ég allan að sé ekki fram á að fara bara strax í master eitthvað svoleið, sko. Ég bara, þannig að það er allan að ég fagna þessum áfanga og svo bara næsta. Er þetta ekki gott til þess að þetta kennir mér náttúrulega ákveðin vinnubröð og aga og þú veist, vakna á ákveðin tíma á mótnana, mæta ykkur og eitthvað svona, en ég kalla þetta gott eftir BA-prófið mitt í sálfræði, einmitt út af því að þú veist, ég meina það sem þú ert að gera núna, þú veist, þú lærir held ég miklu meira á einhvern nátt af því að vera í lífinu, sko. Þú veist, bara að gefa út þessa bók, sko, þú veist, hefur kent mér miklu meira heldur en að nokkuð tíma einhver markaðsfræði áfangi, sko. Og bara þessi skóli heild sinni. Ég ætla nú ekki að fara að gagnrýna skólakerfið, en ég er ekki komið til þess. Ég þarf að afla mig kannski aðeins meiri upplýsinga skólakerfið en ég fer að gera það. En einmitt bara að markaðsetta bækurnar og standa í ströngu eða komin að framfæri allstaðar, selja einhverja bók líka bara, þú veist, það er ekki svo sem les bækur í dag, sko, þannig að. Hvernig einmitt, að því nú hef ég gefið út bækur líka og ég sá að bókin ykkar seldist mjög vel í fyrra. Hvað hver var lykillinn á bakvið það? Fyrir utan náttúrulega bara kannski að dettu ofan á mjög gott konsept. Já. Við vorum alveg óforskammaðir í að bara vera allstaðar og gera svona stóran viðburð í kringum útgáfuna og vera nýta samfélagsmiðlana, gera ykkur sniðu og fyndin vídeo og taka frasana úr bókinni og setja í nýjan búning, matur eða einhvern veginn onni fólk sem þau vilja fá þetta í dag, sem er bara eitthvað að fyndi á samfélagsmiðlum, sko, og fá frægt fólk til þess að svara einhverjum spurningum. Þannig að þetta sé ekki bara stafir á prentu, þetta sé einhvern veginn mataritt og í lið á einhvern sniðan hátt, hvort sem það er í einhverjum keppnum eða þú veist, fá frægt fólk til þess að giska og þú veist, gamla sketsa til dæmis á TikTok, þeir virku alveg mjög vel eins og í svínasúpunni og fósbræðrum og það er alveg
þú veist, allavega ég tengi rosalega við það og mér finnst gaman að horfa á einhverja svona fyndna gamla sketsa úr svínasúpunni og fósbræðum. Það maður horfður svo mikið á þetta þegar maður er yngri, sko. Þú horfður á það? Já. Stór svínasúpan líka. Nei, steypistöðun líka. Þú veist, þetta allra nýjasta frá þeim blöðbræðurum, sko. Það er bara allir finnast þetta fyndið og setja þetta einhvern veginn saman bara í eitt skjal, sko. Verðum maður að vera með, sko, því nú er, þú veist, nú er ég alveg ágætur í að markaðsetta sjálf á mig og það sem ég er að gera. En ég er til dæmis ekki búin að vera eiginlega neitt í þessum TikTok-leik. Nei. Verðum maður að vera með í hýðu? Já, sko, þú ætti náttúrulega að vera, ertu ekki að setja klippur á eitthvað aðeins, en á TikTok? Ég þarf að stíga þann leiku. Já, að því ég er ekki það sjálfur, sko. Já. Við ræddum þannig mitt með símanótkunnina þess á sínum tíma. Og ég, þú veist, einhvern veginn, þú veist, ég bara nenn ekki að detti eitthvað skroll og eitthvað. Og að því ég er ekki sjálfur með þetta, eða að nota þetta. Já. Þá hef ég jú, það eru eitthvað 20 klippur að nynni eitthvað. Já. En ég getur glæður að setja 300 klippur að nynni, sko. Já. Það er alveg rosalega vinsælt að vera með eitthvað svona podcast-klippur á nynni, sko. En hvernig þú veist, þetta er svo bara, ef maður er að pæla í markaðsendingu, eins og TikTok, að þú veist, fólk ég meina, mjög oft er fólk bara 1-2 sekúndur og svo næsta. Hvernig trakkar þetta í að, þú veist, er þetta bara awareness? Þú veist, hvernig trakkar þetta í að selja bók? Ég er svo sem er ekki með alveg gögnin á baku eða þú veist, en Látt ekki svona táskóla með það í þessu. Ég er allan að bara, það sem ég horfi er bara áhorfi á þetta og þú veist, að vera fyrir framan andlita fólki nógu oft, sko. Og vera bara eftir upp í huga þegar kemur að einhverju svona þú veist, og mynda einhverja eftirspurn og svona að vara sig aðlaðandi og svo náttúrulega bara raunverulega grunninn bara að þetta sé góð vara í grunninn, sko. Þannig að, þú veist, við vorum einmitt bara mjög heppnir með að við duttum á gott konsept, sko, sem make a sense og sem jólagjöf þannig lað og svona. Ég var að segja við fyrir viðtalið að búið breyta svo rosalega bókamarkaðurinn, en þið eru með konsept þar sem að, þú veist, fólk er ekki að hlusta á bókin eitthvað á Storytel, sem þýðir að þetta er góð gjöf og þetta er eitthvað sem þú vilt eiga á pappír. Og fyrir þá sem er að gefa út bækur, þá er bara miklu meira upp úr því að hafa, þú veist, ef það hlustað einu svona bókina mín á Storytel, þá fæ ég svona 10 svona minna fyrir það heldur en ef einhver kaupir bókina mín í prentaða. Ég þarf reyndar að setja bókina á Storytel, sko. Fá gott sniðan til þess að lesa. Já, því það er góð, gott brandaverðis líka, sko. Þannig hugsaði ég að, ef þú ert að gera eitthvað annað í kring, þá bara eru svo margir inn á Storytel og það eru svo margir að hlusta á bækur. Já. En síðan ég er að reyna að hugsa það, hvernig myndir þú hlusta á frasabókina, sko? Já, þetta er bara, þú veist, í fyrsta lagi þá er þetta bara, það er enginn að fara að kaupa þessa bókina á Storytel, sko. Það er bara til þess að hafa hann inni, fá þú veist, Gumma Kíró til þess að lesa inn á eða einhvern góðan, sko. Gumma Kíró? Ég veit ekki ekki með þetta er hann alltaf uppsteitað eða er herrin hérna smjör eitthvað svona og og það var bara reynda að fyndi að vera bara með frasabókin í eyrunum og læra bara með að maður er á lagarnum, sko, íkja lagarnum, taka alltaf 5 fras á dag. Það er alveg svona nokkur sem geta uppfært orðaforða sinn, sko, þannig að lagarnum, sko. En þú sniður að hugsa þetta, sko, ég manna þegar varst að tekka hvernig Óli Steff kemur til landsins og hann geti lesið í Var ekki útgáðið sem var í gæri? Já, það er ógeðslega gott. Hann var ekki kominn, sko. Nei, hann kemur á morgun, ekki? Jú. Hann, það er ógeðslega að finna að fá hann. Og til þess að lesa upp bókinni, sko. Hann er svo mikið legend. Já, en þetta er góð, þetta er svona kreatív hugsun að vera að fá alls konar fólk úr ólíkum áttum og að því nú er hann ekki risastór á samfélagsmiðlum, en hann er náttúrulega bara góðsögn, sko. Já. Það er bara, þú veist, og líka bara ég er grjótharðið aðdáðandi Óla Steff, sko. Búin að fylgjast með hann bara síðan hann var að pakka þessum handbolta saman og þú veist, hann er farin að þjálfa í Þýskalandi núna og Hvað með þegar hann varð skrýtnikallinn? Já,
Hvað því að nú ég með ákveðið teik svona mín kynslóð að það kom tímabilarna þegar hann var í því þar sem að fólk vissi að ég þekkt hann, sko, þá var bara alltaf verið að kvísta bara, hvað Óli, er hann alveg búin að missa það? Hvað með svona stráka þínum aldrei, þú veist, þegar hann var farin að vera með hattinn og öskra og krakka og gamalt fólk og vera með gjörninga á Laugaveginn. Já, mér varst þetta ógeðslega fyndið þegar hann var á allir heimilinu. Það bara fyndnasta sem ég séð. Ég ætlaði að fara að endurgera það, sko. Er það? Ég geti ekki farið með honum upp á allir heimil núna og tekið ykkur lög og hann var með píanóið. Örugglega, hann er komin allan hringinn, sko. Já, ok, hann er kannski, hann er kannski aðeins út fyrir hringinn hans. Nei, hann er komin allan hringinn þannig að mér finnst eins og sé að verða bara venjulegur aftur, sko. Já. Þannig svolítið búið með skrýtnakaflan. Já. En ég er að fara að taka hann í viðtal á mánudaginn, ég skal spurja hann. Já, takk. Það var grjótart að fá hann inn á allir heimili og takk lög, en einmitt bara með... Ég er að reyna að vera rosalegt að sjá gamla fólki. Já. Við erum eiginlega bara að spila þetta í þættinu. Það er branni. Já, hann er allavega... Og ég er að finna þetta? Já, ég er með þetta einhverstaðinn líka. Ég er ekki komið með, sko, ég var alltaf með setup það sem ég hef getað varpað þessu, ég þurfti að vera með svona Jamie eins og Joe Rogan, sko. Já, einmitt. Vortu að fá okkur... Ég man ekki hvort það fór á YouTube. Já, getur ekki bara... Siggi Deluxe mætti hérna að vera á tölvunni. Siggi Deluxe. Já, hann var einn daginn þegar ég var með viðtal við Dami sem að kom frá Bandaríkjunum, talandi um TikTok, sko, TikTok-stjarna. Óli Stef eldri borgarar, er það ekki, það skil ekki einhverja? Jú, það lítur að vera. Óli Stef með eldri borgarum på hugleyslu og sögustund. Þetta er nú bara 14 sekundur sýnist mér. Þetta er að vera nú vísi, minnum við. Já, hugleiðandi sögustund með Óla Stef. Þetta er svo mikið, þetta er svo geggjað, sko. Býtu það? Já. Ég ætla að vista hennan. Ólafur Stefánsson bauð upp á hugleiðslu og sögustund fyrir eldri borgara í Vesturbæ Reykjavíkur í morgun. Tilgangur verkefnisins er að leiða saman íþróttafélög og eldri borgara í höfuðborginni. Það er nýr liðsmaður fréttastofunnar, Sighvatur Jónsson, sem varð vitni að einstakri sýningu Óla Stef. Handboltahetjan Ólafur Stefánsson er fjölhæfur og listrænn. Freyja mann ekki hver hún er. Ólafur flytur söguna Óðinn og Freyju, en hún er gyðja ástar og frjósemi í norrænu goðafræðinni. Þetta er... Freyja fullu sama. Ástir og örlög Óðins og Freyju í túlkun Óla Stef er hluti af verkefni þar sem íþróttafélög... Ég horfi á þetta vídeo og bara ef ég er eitthvað niðurlútin, sko. Já. Það má segja að Óli hafi farið lengur en flestir í að vera drull. Já, já. Það er þannig. Hvernig er það þegar að mönnum skýtur hratt upp á stjörnuhiminin eins og þér með álit annara? Já, það er... Já, hvernig vinnurðu með það? Ég er allavega bara embrace allavega svona einhverja neikvæð comments til dæmis á samfélagsmiðlum og svona, þá embrace ég bara. Nei, er ekki stressað það því? Nei, bara þetta er partur af þessu, sko. Ég er ekki búin að fá eitthvað svakalega skít, sko, sem kom mér. En bara þetta kemur við og maður það bara að gera grína þessu, þú veist. Og já, ég nenni ekkert að pæla í hvað fólki finnst, sko. Það er alltaf eitthvað neikvætt. Og er það alveg svona nátt af því mér finnst svo, nú er ég nú búin að vera lengi í sviðsljósinu og horfa á marga í sviðsljósinu og mér finnst fólk svolítið skiptast í tvo hópa. Þú veist, sumir eru bara þannig að Guði gerðir að þeir geti einhvern veginn hrist þetta rosa auðveldlega að sér og meðan aðrir taka þetta alltaf inn á sig. Og ég var með Bjarnar Benedikt daginn, þú varst nú að gera TikTok-vídeó með honum og þá var hann að tala um að hann hefði hort upp á stjórnmálamenn bara vistna upp, sko, út af kommentakerfunum og bara höndla ekki neikvæð umræðu, sko. Bjarni er alveg grjótharður, sko. Hann er það? Já. Hann er það? Ég meina, það þarf alveg sterk bein til þess að hann er alveg á öðru leveli að láta drull yfir sig, sko. Já. Ég til dæmis, ég held að, ef maður færi inn á þing, sko, allan með hvernig, þú veist, þessar kosningar fóru, þá var verið að skjóta skotum bara í allar áttir, sko. Já, það er á öðru þetta var þetta ekki blóðu kostningabaráttu, þetta er náttúrulega, ég bara
fylgst með, þetta eiginlega fyrsta bara kosninga bara sem ég fylgist með sko, þó ég vil eiginlega ekki tala mikið pólitík sko. Nei, en ég myndi segja að hún hafi verið, þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.